Ég sýna þér svona að þú finna. Já. Ég man eftir því. Við erum komið blessuð og sæl. Nú, jöklar þetta eitthvað sem við höfum mikið hérna í þessu samfélagi. Á þessari mynd hérna sjáum við Fláajökul og það má augljóslega sjá að þar hafa orðið talsverðar breytingar í framan við jökulinn. Og þetta er það sem örugglega flestir hérna inni, ef ekki allir, kannast bara vel við. Það var verið upplifað eitthvað með þessu í hugunum, þetta er að gera svo hratt hérna. Og spurningin er, í þessu allavega spjalli, hve mikla þessar breytingar hafa orðið á þessu svæði. Við verðum bara að taka fyrir eitt jökul, Breiðholtsjökul, en svona hægt örlítið á öðru svona stóru myndinni einhvern síð. Og hún er svo að á síðustu öldum, fram undir aldamótin 1900, þá var talsvert kaldara hérna í dalinn. Allavega Uxujöklar talsvert og þeir talið að þeir hafi þessi farið að vaxa einhvern tímann á tímabilinu frá svona 1350 til 1440 og fram til 1890 svona almennt. Og maður sjá, hún kemur hérna texti. Já, það þessi mynd hérna. Þetta tímabil er nefnt Litla ísöld og það fylgdi ekki einungis framhjársjökla á þessum tíma, heldur líka að jökulár urðu til, það uxu, það fóru víða völl má segja, það eittu beitilöndum og slíku fyrir bændur og svona í stuttu máli að það var eiginlega svona lífsbrauðin mikið erfiðara fyrir fólk hérna á þeim svæðum sem liggja að jöklum. Og þetta hafði auðvitað líka í för með sér gróðureyðingu. Gróðureyðing var í fjölmörgum jökulhlaupum sem áttu sér stað meðfram þessum jöklum því að inndalir lokuðust og þar safnaðist vatn vegna stíflna og svo hlupu þessir vatnið úr þessum tölum og eyddi því sem fyrir var fram að jökla. Þessi mynd hérna er tekin 1890 eða 1891 og sýnir Eyrarbund sem er svona nokkurn veginn yfir Jökulsárlón. Og hérna sjáum við ströndina og þessi maður sem tók þessa mynd, Fredrik Hauer, hann var ferðamaður sem fór í flugum og þá eins og margir þurfti hann að ganga yfir jökulinn en þá var þetta engin vegurinn samt í þetta. En ef við lítum á því í dag þá er jökulinn kannski búinn að koma, eins og við sjáum, og þessi mynd hefur verið tekin ykkur þar hérna. Og með þessari hlýnun og bópjökluna að þá eiga enn og aftur sér stað landbreytingar, en núna er það eiginlega inn á við í átt að jöklunum og það sem fram kemur frá þeim eða eftir þá eru til dæmis jökulgarðar og ýmis önnur svona landform. Nú, árnar hafa breyst þar sem hefur fjölgað sér á Litlu-Ísöld, fóru það allt inn að draga sér saman og fækka. Nú eru til dæmis bara tvö jökulvötn á Breiðholtssandi sem dæmi, en voru í lok Litlu-Ísöld þær kringum 30. Þannig að það er eitthvað spurning að þarna eru mikla breytingar að eiga sér stað. Nú það má líka minnast á landris. Landið hérna þessi til dæmis, hér á Höfn er að lyfta sér 9 millimetra á ári, en það er svona 25 millimetrar inn við jökulinn og það er talið að þetta landris er að hafa áhrif á þessu auknu gostíðni sem hefur átt sér stað í Vatnajökli á síðustu áratugum, vegna þess að lekkingin hún er að losa spennu sem hefur safnast vegna þarfsins ofan á jarðskorpuna og þetta er niðurstöðin af því. Þannig að hann segir svo að áhrifin af jöklunum, bæði þegar þeir eru að vaxa eða bóla, eru ótvíræð. Nú, þetta hefur verið að gerast víðar heldur en hér í Íslandi með vöxt jökla og hop. Og hérna eru nokkra myndir svona til að sýna þetta. Þetta er frá Glacier National Park í Montana og hér er náttúrulega einhverjum blöðum það fletta. Hér eru talsverðar breytingar eiga sér stað. Við sjáum hérna ártalið 1911 og 2009 og þetta eru svona svipað myndir og við sáum hérna hjá Vendel áðan. Hérna er frá Sviss, sami jökullinn með rúmlega 110 ára eða 112 ára millibili. Og það er eiginlega þannig að það er saman hver farið
að allstaðar hafa jöklar hopað og einu staðinir sem talað að jöklar sé ekki að hopa eru raun og veru byggt á rannsóknum sem eru ekki alveg nógu sterkar. Vegna þess að þá verið að byggja á til dæmis Himalaya-jöklunum en það mjög erfitt aðgengi að þeim og flesta rannsóknir sem við gerum á þessu jöklum eru unnar eftir loftmyndum eða gervitunglamyndum og þær raun og veru gefa kannski bara lengdin á jöklinum en ekki hversu mikið að rýrna. Og það einmitt það sem okkur langar að vita hversu mikið við vitum að jöklarnir að hopa en hversu mikið það, hvað mikið fer að, hversu mikið rúmmál að taka. Þannig að það má segja að það sé tvíþætt og það við má nefna svona hvað getur verið mikilvægt við það. Til dæmis að þá hægt að búa til betri líkön til dæmis hvernig skorpan að bregðast við litningunni sem dæmi. Einnig líka hægt að fá nákvæmari tölu yfir það hversu mikið af jöklunum hefur bráðnað á undanförnum árum. Og hérna eru jöklar á Íslandi og það sem ég ætla aðalega að fjalla það þetta svæði hérna en ég ákvað að taka eina svona mynd frá Íslandi svona til þess að bæta í þessa samanburðar myndatöku að nána. Hér má sjá, þetta er Norðurjökull í Langjökli og hérna má sjá Jaðarurð eftir jökulinn en hann náði alveg fram hérna til 1890 og skagaði mjög langt út í vatni þá. Þetta er bara eitt dæmi, en hérna í Suðausturlandi mjög auðvelt að komast að jöklunum og vinna svona rannsóknir eins og ég að nefna. Og það var meistarverkefni mitt sem fjallaði það. Og þetta er Kotarjökull í Öræfajökli og næsta myndsýningu, hún tekin hérna upp á Slögu sem heitir þetta litla fell hérna og það eru tvær myndir sem tekna með talsverðu millibili, annars vegar 1925 og 2012 og þetta eru þetta bara sama og við erum alls staðar að sjá að jöklar svo sannarlega að rýrna. En hvað mikið? Ég ætla að fara hérna á Breiðamerkurjökul og segja hvað frá honum og þetta er hluti af verkefni sem ég hef verið að vinna með Hrafnhildi Hannesdóttur og það í gegnum Helga Björnsson. En hérna sjáum við jökla, nefnda jökla sem eru hluti að því. Við erum sérstaklega að reyna að áætla rúmmál allra jökla hérna á Suðausturlandi, alveg frá Lambadónajökli og yfir á Mossajökul í Skaftafelli, eða þar. Og ég sem sagt virkið þig, ég glemti að segja hana, þetta er sem sagt mitt svæði, það er Breiðamerkurjökull eins og Leppósi og svona hann er svona sirka sama flatamál á honum og á jöklunum hennar Haraldar, en hún er með miklu fleiri jökla, miklu meiri vindaður. En það veit enginn hvernig sandur leit út árið 13. En það er talið að Breiðamerkursandur hafi þá verið nokkuð sléttur og gróður í þaki. Það hafa kannski verið svona einstaka hæðir á honum og mögulega einstök vötn líka, litlar tjarnir eða smáar. En það er talið að eins og sagt að jökullinn hefur verið inn við Esjufjörð, þá hefur í jaðarinn á honum verið einhvern veginn svona. Við skulum ekki taka of mikið mark á þessu, því þetta er bara unnið í töflu en aðalega til þess að hugsa sér hugsa jaðarinn. En við vitum það þó að 1890 þá er jökullinn eiginlega alveg kominn upp í sjó. Það munaði ekki nema 250 metrum hérna þar sem minnst var bilið og raunin var svo, þetta eins og kannski margir líka vita, að áhyggjur af þessu voru miklar vegna þess að þetta hefði stöðvað þjóðbrautina á milli Suður- og Austurlands ef jökullinn hefði farið að ganga út í sjó. Nú, það sem gerir síðan er það að eftir þennan tíma þá fer jökullinn svona smá, hann eiginlega svona dettur niður, svona eiginlega hættir bara og fer svona smá saman að hopa og 1944 að þá, eða 45 átt að vera reyndar, það skiptir ekki máli, að þá hann sem sagt búin að hopa hérna svona 1,5 kílómetrar, það er tekin að mynda sérna lón og það er farin að verða talsverðar breytingar á sandinum samhliða því vegna þess að árnar eru farin að hlaupa saman, jökulgarðarnir loka fyrir þannig að það dragast til fækkar og það verða ýmis hlaup í kjölfarið á þessar breytingu sem meðal annars veldur því að Breiðá sem kemur úr þessu lóni hér
og rann hérna svona framöndur öldinni, kom hérna niður, hún í einu flóði brýtur sér leið og fer að renna í Fjársárlón og hefur síðan runnið í það. Nú 1965 þá þetta orðið svona mjög stór og mikið lón og talsvert djúp. Dýpið í Jökulsárlóni þá einhvers staðar fyrir 115 metrar orðið talsvert og síðan þetta núna 2010. Og það engum blöðum að þetta að þetta eru alveg ótrúlega breytingar sem hafa átt sér stað ekki lengri tíma en 120 ár. Nú, það sem verkefni lýst út á til þess var að áætla hvað rúmmálið á jöklinn var þegar hann var hérna í ystu stöðum. Og það sem sagt kemur í ljós talsverða mikla rúmmálsbreytingar en flatarmálsbreytingar líka. Það er svona aðeins þetta skemmtilegt þetta. Þið sjáið hérna þrjá prófíla sem eru teknir upp þetta eru svona aðalega myndað af þremur stórum jökulörmum, Breiðavíkurjökul. Og ef við tökum prófíl upp verðnaði þeirra, að þá má sjá að hopið, það ekki bara hopið sem mjög mikið, heldur að það er svolítið breytilegt ef við skiptum þessu yfir í 2 tímabil. Frá 1890 til 1945 jökullinn að hopa kannski kílómetri upp í 1500 metra, en frá 1945 til 2010 þá tekur hopið miklu meiri ferð og sérstaklega ef við förum á svona seinni tíman eftir 95 þá þetta komið miklu meiri ferð en það var. Og við getum séð það bara á þessu myndu hérna, ég veit þetta svolítið óskýrt, en þetta á að tákna rúmmál og flatarmál og það sérstaklega að það helst í hendur að á fyrra hlutanum 1945 að það er 55 ára tímabil að þá rýrnunin, hún ekki nema þriðjungur af því sem seinna verður 65 ára. Og við getum séð hérna svona breytingar, ég ætla ekkert að þreytingur hérna með því, en við getum þó séð að Breiðavíkurjökull var 1020 metrar í lok 1980 og hann er komin í 906 árið 2010. Og ef við skiptum þessu svæði, þá þetta sem sagt 114 ferkílómetrar af landi sem hefur orðið ísvana á þessum tíma og svona til þess að afturgræða hversu mikið flæmið það er, þá jafngildi það 15.440 fótboltavellir fyrir ykkur sem er í boltan. Nú, það var líka að sjá hérna, ef við höfum við rúmálið, þegar við erum að horfa á það, að hér á árið alveg gríðarlegar rúmálsbreytingar, 77 rúmkílómetrar af ís hefur horfið og við skulum aðeins fara yfir þetta hérna á alveg vegna raða. Hérna getum við séð svona hvernig jökullinn hefur verið að hopa og fyrir hluta tímabilsins þá er hann að hopa frekar hægt, svo kemur tímabil í kringum 1980 og eftir það þar sem jökullinn frekar að standa í stað. Og síðan hleypur hann stað eftir 1995. Ef við berum þetta síðan saman við veðurfarsgögn, þá má alveg sjá að það eru mjög góð sterk tengsl á milli. Hérna til að byrja með, fram til 1930 er hoppið frekar lítið, kannski 20 metrar á ári eða svo, en svo fer það upp í 70-80 metrar jafnvel tíma, síðan kemur kallt tímabil upp úr hérna 1965 eitthvað svoleið og þá hægir á hoppinu, en svo hleypur það aftur á stað. Þetta kemur fram í þessu gögnum og þetta mikla stökk hérna er út af því að jökullinn hann kemur svo ört í lónið, það stækkar ótrúlega hratt og þess að það tappast miklu meiri ís í það heldur þar sem jökullinn er tappast. Og þetta sýnir þetta svona í myndum, hérna er jökullinn 1890, hérna er ströndin, hérna er Jökulsárlón og 1945 er þetta orðið svona og takir eftir hérna fjöllunum og fylgdinni hérna á ísnum. Hérna eru farnir að koma upp sker sem voru undir meirinn 100 metra þykkur ís og svona er þetta í dag. Og ég ætla að draga þetta saman mjög hratt. Þetta er sem sagt hopið á þessu jökli. Og þetta er bara svona dæmi svona bara eitt jökul og þetta er að gerast með það. Flatarmálið minnkar 140 km og rúmmálið tæpa 70 í vatnsskildi. En hvað er það mikið? Hvað eru rúmkilometrar mikið? Og þetta jafngildi því að við myndum taka 2000 gáma, 20 feta gáma,
fylla á vatni á hverju einustu klukkustund í 120 ár. Það er rúmmálið sem er horfið af þessu jökli. Og ég ætla bara að láta þetta vera þá enda með því, þess að þetta þarf að vera